Á síðari hluta 19. aldar var breska heimsveldið eitt það stærsta í heimi. Í miðju þess stóð Viktoría drottning, ein valdmesta kona sinnar tíðar. En hvernig tengdist hún Indlandi? Árið 1876 fékk Viktoría drottning nýjan titil, keisaraynja Indlands. Þetta var gert til að styrkja tengsl Bretlands við Indlands, sem var ein mikilvægasta nýlenda heimsveldisins. Indland var kallað perla krúnnar vegna auðlinda, mannfjölda og efnahagslegs mikilvægis. Þótt Viktoría hafi aldrei heimsótt Indland sjálf, hafði hún mikinn áhuga á menningu landsins. Viktoría þróaði jafnvel persónuleg tengsl við Indland. Hún réð indverskan þjón, Abdul Karim, sem var henni náinn vinur og kennari. Hann kenndi henni urdu og sagði henni frá indverskri menningu. Það var óvenjulegt á þeim tíma og vakti mikla gagnrýni innan bresku hirðarinnar. Það var gerð kvikmynd, Victoria and Abdul, sem kom út 2017 samband þeirra. Hvernig hún lærði Indland og þeirra menningu og gagnrýnin sem hún fær frá hirðinum. I want you to teach me Indian. Indian? Hindu, whatever it is you speak. Are you sure? Of course I'm sure. But why would you like to learn Hindi, Your Majesty? Well, I'm Empress of India. Look, I've ordered a book. I want you to give me private lessons. He's teaching her Hindu. Is that allowed? Á þessum tíma var Indland undir beinni stjórn Bretlands, sem hóf eftir uppreisnina 1857. Bresk stjórnvöld stjórnuðu landinu með hörku og lögðu áherslu á að halda völdum sínum. Þó Bretar byggðu járnbrautir og þróuðu innviði, nutu Indverjar ekki alltaf góðs af. Margir bjuggu við fátækt og höfðu lítil áhrif á eigin stjórn. Viktoría drottning lést árið 1901 en áhrif hennar héldu áfram. Á árunum fram að 1914 jókst óánægja í Indlandi með bresk stjórn. Indversk þjóðernishreyfing styrktist og fleiri fóru að krefjast sjálfstæðis. Þessi þróun varð síðar grunnur að sjálfstæðisbaráttu Indlands. Tengsl Viktoríu drottningar við Indland sýna bæði vald og mótsagnir breska heimsveldisins. Á sama tíma og hún dáðist að menningu landsins var Indland undir stjórn sem margir töldu ósanngjarna.